I need thee, Lord, I need thee. Every hour need thee. Oh, bless me now, my Savior, I come to thee. I need thee, Lord, I need thee. Every hour need thee. Oh, bless me now, my Savior, I come to. Þér elskaðir, elskum hvern annan, þegar kærleikurinn er frá Guði kominn og hver sem elskar er að Guði fæddur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs meðal vor, að Guð hefur sendt einkason sinn í heiminn til þess að vér skildum lifa fyrir hann. Þetta er kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð heldur, að hann elskaði oss og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndar vorar. Þér elskaðir, fyrst Guð hefur svo elskað oss, þá ber einnig oss að elska hvern annan. Enginn hefur nokkuð tímann séð Guð, en við elskum hvern annan. Þá er Guð stöðugur í oss og kærleikur hans er fullkominn í oss. Við þekkjum að við erum stöðugir í honum og hann í oss, af því að hann hefur gefið oss af anda sínum. Mér finnst þetta svo dýrmætt þetta orð, að vita það að Guð elskar okkur svona mikið, að við erum honum svona dýrmætt. Það hefur gefið mér svo mikið frelsi. And he's given me so much freedom in knowing this love. Hann hefur gefið mér svo mikið frelsi að vita þennan kærleika sem hann ber til mín. Þannig að þess vegna á ég auðvelt líka með að elska fólk. Allavega, það sem ég langar að segja ykkur frá er það að kona mín, hún fór núna á 50-daginn á bænastund eins og hún gerir alltaf. That's why my wife went to a prayer meeting as she usually does Thursdays. Þar hitt hún konu sem að sagði sögu She met a lady there who told her a story og bað fólki að biðja fyrir dóttur sinni sem væri 12 ára og er með krabbamein. and asked the church to pray for a daughter 12 years old with cancer. Hún er með krabbamein í beinum, eða beinkrabba, It's a bone cancer og það er búið að taka af henni vinstri höndina. and her left arm has been cut off. Og kona mín sagði mér frá þessu And my wife og ég sagði við konuna mína, told me this and I said to her, við getum hjálpað þessari konu fjárhagslega. we can support this lady financially Af því að það kostar óhemju mikið að fara til lækna á Filippsey. because there is great cost going to doctors in the Philippines. Og kona mín fór heim til þessara konu og And bað fyrir barninu my wife went there and prayed for the child og spurði hvort að við mættum taka þátt í fjárhagslegum stuðningi með and henni. asked if we could support her financially. Þá sagði kona, nei, ég vil enga peninga Then she said, no, I don't want your money, og sagði henni sögu. and told her a story. Hún hafði fengið reikning frá spítalanum She had before got a bill from the hospital, sem að hljóði upp á 36.000 pesos sem er eitthvað 70.000 krónur íslenskar. which was 36,000 pesos, about 70,000 Icelandic kronur. En svona venjulegur óinnlærður verkamaður er með kannski 3.000 peso á mánuði. And a worker may have 3,000 pesos in a month. Og hún átti ekki pening til að borga þennan reikning. And she didn't have money to pay this bill. Hún átti 1.000 peso sem hún var með á sér. She had 1,000 pesos with her, Hún fer í kirkjuna sína and
went to a church og hún fer og klagar í Jesú and she complained to Jesus. og segir við hann, ég er með reikning upp á 36.000 peso, ég er bara 1.000 peso, Jesus, I have a bill of 36,000 pesos and I only got 1,000. þú verður að hjálpa mér. You need to help. Og síðan lappar hún bara út. And she left the church. Hún fer og tala við á spítalanum She talked to the hospital og segir hún eigi engan pening. and told them she didn't have any money. Þeir segja henni að fara á einhvern annan stað And they told her to go somewhere else. og hún segir það sama, hún á engan pening, And getur she ekki went borgað there þetta. and she told them, I have no money. Þeir láta hann hafa einhver plögg og segja hann að fara á einhvern svona charity stað They gave her some papers and told her to go to some charity place. og þar fer hún og þar er hún spurð aftur hvort hún eigi pening And she goes there and again she is asked if she has any money. og hún er búin að svara svo oft nei, þannig að hún segir ekki neitt. She Hún has er bara þögul. so often answered no, so now she kept silent. Og þeir spurja henni þrisvar, hún segir ekki neitt. And they asked her 3 times and she said nothing. Og þeir bara horfa á hana, And they just look at her. svo hann stimplaðir og gera eitthvað og Then láta they do something, hana hafa miða. give her some ticket. Þá er búið að lækka reikningin niður í 1.000 peso Then the bill had been cut down to 1,000 pesos sem að hún gætt borgað. that she could pay. Núna í morgun eftir kirkjuferð So this morning after going to church, þá fór kona mín og náði í þar og fór með þær heim til okkar. my wife went there and picked this lady up. Já og dótturinn. Þá picked this lady and them up. Og hún bað fyrir ungu stúlkunni She prayed for the young girl að hún myndi vera krabbameinslaus. that she would be cancer free. Síðan bað hún fyrir ungu stúlkunni að myndi skýrast í heilugum anda. Then she prayed for the young girl that she would be baptized in the Holy Spirit. Og hún byrjaði að tala í tungum. And she started speaking in tongues. Síðan ætlaði hún að fara að biðja fyrir mömmunni. Then she was going to pray for the mama. Þegar mamman allt í hennu byrjaði bara að tala í tungum. Then the mama suddenly started speaking in other tongues. Og kona mín sagði að þetta hefði verið orðið svona heill grátkór þarna inni hjá henni. And my wife said it was like a crying choir. Vegna þess að heilar andi, hann snerti svo við þeim báðum. Because the Holy Spirit so touched both of them. Og núna á morgun eða þriðjudag þá er konan að fara með dóttur sína í skanna til að athuga hvort það sé eitthvað meira að. And now tomorrow or the other days they are going to go to doctors and have the girl scanned. Af því að hún er að biðja fyrir því að unga stúlkan að hún sé krabbameinslaus og það þurfi ekki að höggva fleiri líkamsparta af henni. They are praying that she is cancer free now so they don't have to dispute. Og kona mín hún bað fyrir ungu stúlkunni að Guð myndi And my wife prayed for that young girl láta höndina vaksa út aftur. that God would let her arm grow forth again. Já, creative miracle. Skapandi kraftar. Þannig að Guð, hann heyrir bænir Guð, hann heyrir bænir. Já, og mér finnst his þetta bara prayer. svo rosalega skemmtilegt að heyra þetta að kona mín, hún er farin að framganga í And I'm so glad that my wife is, going lækningum forth og kraftaverkum she og hún is- lætur yeah, ekkert stoppa sig. And nothing is stopping her. Þannig að mér langar bara að gefa Guði dýrina fyrir þetta. Amen. Ég vil bara, give God praise, halleluja. Amen. Á föstudaginn þá báðu samhygðarmenn, veit ég hver þeir eru, það er félag siðrænna húmanista. Þeir báðum að koma á fund til þeirra á Akureyri og vera með þeim í svona á plani eða panel og ræða hvort að húmanisti, guðlaus maður, geti verið siðrænn. Og það er svona stundu spurningu þegar hvaða siðferði við höfum. Og ég náttúrulega beitti Biblíunni og ég sagði já, auðvitað geta þið verið siðrænir.
Því að Páll postuli segir í Rómarbréfinu, öðrum kapitula, að Guð, hann hafi lagt lög sín í okkur, hjörtu og huga okkar. Kannast þið við það? Fyrir bragðið, þá hinn siðræni húmanisti og guðleysingi staðfesting á því að Páll að segja satt. Orð Guðs skrifað í þig. Þú veist meira og betur hvað rétt eða rangt heldur en þú vilt kannski viðurkenna. Og daginn þá var ég að horfa á YouTube þátt. Þar var prófessor við Harvard háskólan. Hann prófessor í líffræði og hann að rannsaka genin okkar. Og hann kveikt á tölvunni og genin birtust þarna á tölvuskjánum hjá honum og þetta var ekkert nema T, G, C, A, T, G, A, C og svo framvegis. Og þetta var alveg þakinn skjár af öllum þessum efnaheitum sem að eitt gen hefur. Og hann hugsaði með sér, þetta tungumál. Þetta ætla ég að skoða. Og hann fór að tengja saman efnaheitin úr hvaða tungumálum þau koma. Til dæmis efni karbon sem við þekkjum, sem bara kolefni á íslensku, þetta karbon komið úr hebresku. Og það talað þetta þegar Jesús tala við þá og segir að já, þið bara borgið korban. Kannist við þetta? Korban tekið úr því að askan sem myndaðist í fórnum gyðinga, þegar voru brendir, eða fórnenda brenda, þá myndaðist alltaf aska og svart. Og þeir kölluðu það korban, sem hefur breyst yfir í karbon á tungumálnum og ekkert annað heldur en bara kolefni. Og svona fór hann að tengja saman efnaheitin og gömlu tungumálin. Og hvað gerist? Þá upplýkst fyrir honum, þessum prófessor, að genin í honum sjálfum og í þér og mér, þau með skilaboð. Og efsta lagið á DNA-sameindinni var þetta: Guð almáttugur býr hér. Í hverju einasta geni okkar skilaboð frá Guði almáttugum að hann hafi sett fingur sinn og hönd sína í mótun þína. Og fyrir bragðið getum við tengt þetta svo auðveldlega saman, það sem Páll segir að búi í hjörtum okkar og huga rétt og rangt. Þetta allt saman frá Guði komið, sama hverra trúar þú ert. Svo megum við líka vita, við sem að styrkja hvert annað í kristinni trú og skoðun, það mikið það að við styrkjum hvert annað í mórölskum stuðningi. Við að draga fram siðfræðina. Gerðu svona, vertu svona, segðu satt, ekki ljúga. Og við eigum kannski stundum rosalega erfitt með að ljúga. Og það kom fram á þessu fundi að hinn siðrænni húmanisti, hann á bara mjög erfitt með að standa á sannleikanum, standa á því að eitthvað hefur Guð sett inn í þig sem varanlegur sannleikur. Og það kom fram. Það kom fram í því hvenær má eyða fóstri. Og þeir voru svona öll meira og minna að fljóta með það, já, fóstrið ekki orðið eiginlega mannsmynd fyrir eftir 12 vikur eða það allt í lagi fram að þessari viku. Og svona fóru þeir að teygja siðferðið svona aðeins út í hið óendanlega. Svo ég spurði hópinn, hvenær verður kona barnshafandi? Og það var eitt sem rétt upp hendur og segi, bara við getnað. Þá ekki verið að eyða barni leið og fóstrið eitt, þá ekki lengur barnshafandi. Heyrðu, þú leiddi mig í gildru, sagði hann. Í gildru, hvaða gildru? Ég á við þetta bara fyrst klasi. En Guð hefur sagt og sett í tungumálið okkar að leið og kona orðin ófrísk, þá hún barnshafandi. Ekki eyða barninu. Leifum lífinu sem Guð gaf koma fram. Og þá auðvitað allir með það, já, en ef konu verður nauðgað og ef þetta gerist og ef hitt gerist. Og við svo tilbúin til þess að taka siðferðið okkar og aðeins að teygja þeir burtu.
og við svona blekkjum okkur sjálf og við látum þetta bara vel gangast. En af hverju skiptir máli að við styrkjum siðferðisvitund okkar og siðferðiskennd? Hvers vegna skildi það vera? Dag einn þarf þú að standa frammi fyrir Guði almáttugu. Með hvað? Með sjálfan þig. Með það sem þú hefur ræktað í þér. Með hugafar þitt. Með sinnið þitt og hjartalag. Og þá verður þú spurður, hvað gerðurðu við mitt orð sem ég lagði í þig? Hvað gerðurðu við mitt orð sem ég skildi eftir hjá þér í Biblíunni? Hvað gerðurðu við mitt orð þegar þú fékkst að heyra og þú fékkst styrkingu og menn gáttu séð að þú gast breyst úr þessum manni og yfir í næsta? Af hverju varst alltaf að missa strætó? Nefndir ekki á samkomu. Þetta var gott hjá þér Bergsteinn að koma með strætólagið. Við þurfum nefnilega að mæta til safnaðarins til þess að kirkja Krists byggist upp og styrkist í siðferði, í mætti, í fullvissu, í því að við erum í hendi Guðs og Guð vill móta okkur og gera okkur að mönnum sem hann hefur samfélag við. Heyri ég með við því? Og ég ætla bara að ljúka þessu með þessu, ég ætla ekki að taka allt orðið frá henni Kitta, ég ætla að ljúka þessu með því að benda ykkur á hvers vegna okkur ber að styrkja siðferðisvitund okkar. Og sjáu þið, það sagt frá þessu tvisvar sinnum í lok Biblíunnar, í opinberana bókinni. Ég ætla ekki að fara með ykkur mikið lengra, en það standast allavega að stenst á að allavega það sem Pétur segir að orð drottins, það varir að eilífu. Og í opinberana bókinni, þá þetta sagt, hún var svo illa slitin Biblía minni, ég get valla flettinni, en hún á þetta til hérna. Í 21. kapítölu opinberana bókar, þá segir hann, en fyrir hugdega, vantrúaða og viðurstyggilega og mandarápara og frillulífismenn og töframenn og skurgoðadyrkendur og alla legara, takk eftir, þetta allt saman siðferðileg atriði. Þetta allt saman mórallin okkar sem tekið hérna fyrir. Fyrir hugdega og vantrúaða, viðurstyggilega og mandarápara, frillulífismenn og töframenn, skurgoðadyrkendur og alla legara staður búinn í díkinu sem logar af eldi og brennisteini. Það hinn annar dauði og þangað okkur ekki ætlað að fara. Okkur ætlað að fara inn í hið eilífa ríki drottins og vera með drottni alla tíma að því við erum honum sammála. Við hugsum eins og hann. Við höfum leyft honum að hafa áhrif á hugafar okkur og hjartalag og hann styrkir okkur í þessari siðferðisvitund. Við erum sköpuð af honum og við erum sköpuð til hans og við fáum að vera með honum alla tíð og tíma. Láttu drottin Jesúm Krist vera herra og höfðingja í lífið þínu. Heyri, amen. Þetta var það sem að húmanistarnir fengu líka að heyra frá mér. Og ég var ekkert að hika við það. Allir þessi menn sem eru efasemdarmenn og eru að pæla, þeir vilja nota hugsun sína. Við viljum það líka. Við þurfum ekkert að vera hugsunarlaus, en við verðum að gæta okkar á því að röksemdirnar okkar verði ekki hlaðnar af lygi, frá lygi og blekkingu til lygar og blekkingar. Heldur byggðar á sannleika Jesú. Amen. Drottinn blessi ykkur. Við vorum að tala daginn að ganga bara á götur sem við hefðum komist á og við skulum bara setja þennan lestu þar inni. Þegar Páll segir í Filippibréfinu 3:16 aðeins skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Af hverju þurfum við að minna okkur á það? Jú, vegna þess að það svo mikið tóg. Það svo mikið tóg úr öllum áttum. Það verið að toga fólk burt frá sannleikanum. Og þess vegna viljum við sem höfum verið í sannleikanum ganga áfram í sannleikanum. Og versið sem kom til mín fyrir þessa samkomu, það hitti nú svo vel á að það var maður sem var lögsóttur fyrir það að rita þetta vers á bloggið sitt. En ég vona að ég megi tala það hér út í kirkju. Það Rómverjabréfið 6:23, laun syndarinnar dauði.
laun syndarinnar dauði. En náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Náðargjöf Guðs eilíft líf í Jesú Kristi drottni vorum. Þannig að ef við skoðum þennan kafla, mér langar að fara aðeins í nokkur vers úr þessum kafla og fyrri hluti kaflans, hann segir okkur að kristna lífið sé eins og flutningur frá ríki þar sem syndin stjórnar yfir í annað ríki, þar sem Kristur stjórnar, og yfir í nýtt land, náðar, þar sem við getum lifað í mjólki og hunangi. Og myndin úr Gamla testamentinu að það var til land sem hét fyrirheitna landið. Þannig að við sjáum laun syndarinnar dauði, 2 gjafir. Þú getur fengið dauða, að vísu þarft að vinna fyrir honum, hann ekki frítt. En svo getur þú fengið eilíft líf, það frítt, það ókeypis. Það ekki betri gjöf? Þannig að náðargjöf Guðs í Kristi Jesú eilíft líf. Og hérna höfum við svona 2 drottna sem vilja berjast yfirráð í okkar lífi. Það er þessi góði vinnuveitandinn, og ég réði mig hjá honum fyrir 40 árum og hef haft góða vinnu síðan. Ég sakna ekkert gamla vinnuveitandans, en við sjáum þessa 2. Og í Rómverjabréfinu 6, ef við förum bökkum aðeins og byrjum núna í 12. versinu, að við munum það að við erum að tala hérna til hins kristna manns. Við erum ekki að tala við nein samtök, við erum að tala bara við kirkju Jesú Krists. Og þá segir að látið því ekki syndina, eða látið ekki gamla ríkið, gamla vinnuveitandan, stjórna líkama yðar. Látið ekki syndina ríkja í dauðlegum líkama yðar. Ekki láta gamla vinnuveitandan stjórna lífið þínu. Svo þér hlýðnist girndum hans. Þetta hræðilega öfugt við það sem við heyrum í dag, og ég talaði þetta daginn. Okkur sagt, okkur kennt, hlustað á líkama þinn. Nei, hlustað á Guð og stjórnaðu líkama þinn. Hlustað á Guð og taktu vald yfir líkama þínum. Biblían segir okkur aldrei að hlusta á líkamann. Heyrðu, líkami, langar þig í viski í dag? Langar þig í súkkulaði? Langar þig í... Já. Okkur ekki sagt að hlusta á líkamann. Okkur ekki einu sinni sagt að spurja líkamann hvort við séum í réttum líkama. Líkaminn á ekki að segja okkur það. Orð Guð segir að hann skapaði þau karl og konu. Og vers 12 segir okkur að við ekki að láta syndina ríkja í dauðlegum líkam okkar, svo við hlýðnum skyndum hans. Ekki að hlýða gyndum líkam hans, við getum alveg bara að stjórna þeim. Amen. Sko, líkaminn getur stundum verið eins og hljómsveit. En vitið það, þið sjáuð þennan hérna, hann stjórnar hljómsveitinni. Hljómsveitin stjórnar sér ekki sjálf. Það stjórnandi. Og þú, andi þinn, stjórnandi líkama þíns. Þannig að þú segir líkamanum, nú skaltu koma þér fram úr rúminu leti haugurinn þinn og farð að vinna. En sumir segja, líkaminn hann bara sagði mér að ég væri þreyttur og ég kæmist ekki í vinnunni í dag. Það er best ég hringi og segja að ég sé veikur. En sjáðu, Guð, hann segir að við eigum ekki að láta líkamann stjórna eða ríkja. Þannig að það er það sem þetta vers segir okkur. Svo segir í versi 13,
ljáið heldur ekki syndinni limi í þeirra ranglætisvopnum, heldur bjóði sjálfæður Guði sem lifnaða frá dauðum og limi í þær Guði sem réttlætis vopn. Og Message Biblían, hún segir hérna að við höfum ekki að ganga erinda okkar fyrri vinnuveitanda. Við höfum ekki að ganga hans erinda. Við höfum ekki að ljá syndinni eða ég kalla þetta fyrirtæki núna synd.is. Synd.is. Nei, það er ekki í Biblíunni. Skýr.is heldur ekki í Biblíunni. Nei. Og þannig að það er allt .is í dag. Þannig að syndin, málið er, af hverju segir .is, þú getur fundið syndina ef þú ferð inn á .is. Þú getur fundið syndina á mörgum vefsíðum og sumir í raun og veru finna syndina þar og syndin byrjar að draga þá þar. Þannig þess vegna kalla ég þetta synd.is, ok? Og á synd.is þá er alveg geysilega mikið vöru úrval. Það er alveg fullt af hillum af alls konar vörum og gindirnar í líkama þínum ganga þarna og horfa og á ég að pikka þetta, á ég að pikka þetta. Þetta er nú girnilegt og þetta er ennþá girnilegra og svo þetta og þetta er spennandi. Þannig að vöruúrvalið er alveg óþrjótandi á vefsíðunni synd.is. Og svo eru þeir með útibú þarna og þeir eru með útibú hérna niðrfrá og þannig að það er alls staðar hægt að finna alveg bara fullt af synd. En okkur er sagt að við eigum ekki að láta þetta stjórna lífi okkar. Og þannig að við eigum ekki að ganga erinda. Sjáðu þessi eigandinn að synd.is, það er eigandinn nefnilega. Og hann, þú veist, ef þú ferð inn á launaskrá hjá honum, þá gleymir hann ekki að borga þér. Og við komum að því aðeins síðar að þú farið launin þín greidd. Og ef við lesum hérna vers 13, þá segir, ljáið ekki heldur syndinni límið að ranglætisvopnum heldur bjóði sjálfið Guði sem lifnaða frá dauðum og límið að Guði sem réttlætisvopn og ég sagði ekki vera að sendast fyrir gamla vinnuveitandan og ekki láta hann forrita símaðinn heldur vegna þess að hann er með svolítið sníki forrit. Það er til annað ríki sem þar sem ég byrjaði að vinna fyrir 40 árum og ég kalla það ríki ríkjana eða kingdom overall. Amen. Flottur vinnustaður. Flott kaffistofan og alltaf flottur morgunmatur. Svo fáum við fáum líka kvöldverð og þar kemur eigandi staðarins, hann kemur alltaf og neytir kvöldverðar með okkur. Það er að segja við opnum fyrir honum. Þá kemur hann og neytir kvöldverðar með okkur, en hann er svo mikill herramaður að hann segir að ég neyti bara með ykkur ef að þið bjóðið mig velkomin. Þannig að nýji vinnustaðurinn þar sem ég vinn núna, kingdomoverall.is, ríki ríkjana, það er frábær vinnustaður. Og myndavélinn sem við fáum þar, að hún er með réttan fókus á lífið. Og það er miklu flottara stýrikerfi í þessum síma, allt annar sími sem hún fær hjá ríki ríkjana og þetta ríki ríkjana, það er Guðs ríkið. Það er Guðs ríkið, ef einhver er ekki búinn að fatta það. Það er Guðs ríkið. Og það er ríkið sem mun vara þegar allt annað hverfur. Nú, ef við förum í vers 14 þá sjáum við synd skal ekki drottna yfir yður því að þér eruð ekki undir lögmáli heldur undir náð.
Þú ert ekki undir lögmáli, heldur undir náð. Af hverju, og ég var að hugsa, synd ekki drottna. Það eru svo margir sem að bara eru undir valdi syndarinnar og syndin eða eigandi syndarinnar, hann segir fólki farðu þangað, þeir fara. Eigandi syndafélagsins segir segðu þetta, þeir segja það. Og svo er fólk bara alveg dauðuppgefið og lúið og svo fær fólk alls konar sjúkdóma þarna í þessu ríki og það er allt bara svo leiðinlegt og ömurlegt þar sem að var svo gaman fyrst. Þannig að þú velur. Það sem segir hérna, synd skal ekki drottna yfir yður. Nýju vinnuvitandi segir, ok, Kristinn, þú vinnur hjá mér núna og sá gamli, hann hefur ekkert vald yfir þér. Og nú getur þú valið. Hann hefur engin tök á þér, hann vill fá þig í vinnu aftur, en hann hefur ekki vald til þess að taka þig frá mér. Þannig að allt sem þú gerir núna í dag, það er þitt val. Þú ert frjáls. Þú ert frjáls. Þannig að þú velur. Gamli vinnuveitandinn hefur ekkert vald yfir þér nema það sem þú gefur honum. Það sem þú gefur honum. Og það er vandamálið og við erum að tala við kristið fólk. Sjáðu, kristið fólk byrjar stundum að horfa tilbaka og kristið fólk velur stundum að skjótast á eina kvöldvakt hjá gamla vinnuveitandanum sem það á alls ekki að gera. Vegna þess að þá missir það gleðina, þá missir það frelsið og í raun og veru ef það snýr ekki strax tilbaka til nýju vinnuveitandans og biður afsökunar þá er það í vondum málum. Vers 15 segir, hvað þá eigum við að synga af því að við erum ekki undir lögmáli heldur undir náð. Fjarri fer því. Þetta var spurning sem þeir spurðu Pál og þetta kom svolítið út af því að Pál var að boða náðina. Hann var að predika að við þyrftum ekki á lögmálinu að halda og sumum fannst Pál ganga svolítið langt í frelsinu og þeir sögðu þá bara allt í lagi að við syngum. Og ég hef stundum hugsað þetta svona, eigum að gera rangt að því við eigum góðan yfirmann sem gefur okkur valfrelsi og veitir okkur virðingu. Ég hef stundum upplifað að fólk sem að einhver hefur traðkað á, sparkað í og sem sagt, það hefur verið, átt slæma yfirmenn, að það hlýðir og það þegir hjá slæma yfirmanninum og vondakallinum, en svo kemur það á nýjan vinnustað og þar er svona ljúfur og góður yfirmaður, veitir því virðingu og sem sagt, veitir því virðingu, en nú bregður svo við að þessi maður eða kona fer allt í einu að gagnrýna nýja góða yfirmannin sem það gerði aldrei við þann gamla. Nú þegar það frjálst og það finnur kannski umhyggju og virðingu, kærleika, að þá kviknar eitthvað hérna inni sem var lamið niður áður. Af því að lögmálið það lamdi þig niður og sagði þér þú ert að gera rangt. En svo kemur sem sagt góði hirðirinn, hann tekur utan um þig og þá svona finnst þér allt í lagi að gera þetta og allt í lagi að segja þetta. Og ég hef verið á vinnustað þar sem ég upplifði þetta að það kom nýr yfirmaður og hann sýndi mönnum virðingu, gamli hafði verið með hamarinn á þeim og þá fóru sumir að láta heyra í sér sem þeir höfðu aldrei gert áður. Það var eins og þeir þyldu það ekki að vera frjálsir og hafa, sem sagt, fá virðingu og hafa val. Spurningin er, þolum við að hafa val? Þarf að vera einhver með hamarinn á okkur? Maður sér þetta stundum með þjóðfélög og þjóðir að þegar þeir hafa einræðisherra að þá gengur allt vel, svo kemur lýðræði og þá fer allt í upplausn. Þannig að við þurfum að velja að fylgja okkar Jesú Kristi. Við þurfum að sjá hann er góður og við þurfum að velja það, ég ætla að fylgja honum, ég ætla að vera undirgefum honum, ég ætla að elska hann, þá gengur allt vel
hjá mér. Og það er þetta sem þessi kafli er faktist að kenna okkur. Hérna 16. versið segir: Vitið þér ekki að þið bjóðið öðrum sjálfa yður fyrir þjóna og hlýðið honum, þá eru þið þjónar þess sem þið hlýðið, hvort heldur er til syndar, til dauða eða hlýðni til réttlætis. Sem sagt, ef við gerum svo, að þá í raun erum við enn að störfum hjá synd.is og á launaskráð þar. Ef við leifum sem sagt syndinni ef við bjóðum syndinni limi okkar til þjónustu, þá erum við faktist ennþá að starfa þar. Vers 17: En þökk sé Guði, þér voru þjónar syndarinnar, en eruð að hjarta hlýðnir þeirri kenningu sem þér voruð á valdgefnir. Og þegar ég las þetta þá sá ég það, já, það er gott að það eru allavega einhverjir sem hafa fattað þetta, sem hafa fattað það sem Páll var að kenna. Og ég vona að við föttum það í dag, við erum frjáls, við erum ekki undir lögmáli, en það skiptir máli hverjum við þjónum, hvernig við notum þetta frelsi okkar. Páll segir í Galatabréfinu: Til frelsis kallaði Kristur okkur, noti bara ekki frelsis til færis fyrir holdið, heldur þjónið drottni með gleði. Og ef við lesum hérna, klárum þessa klausu, þá segir í versi 18: Þér gjörðust þjónar réttlætisins eftir að hafa verið leystir frá syndinni, og nú ertu ánægður hjá ríki ríkjanna, eða kingdom over all, og þar er gott að vera, vegna þess að það er ríkið sem mun verða ríkið að eilífu. Og vers 19 segir okkur að ég tala á mannlegan hátt sökum veikleika yðar, því eins og þér hafi boðið límiðar óhreinleikanum og ranglætinu fyrir þjóna til ranglætis, svo skulu þér nú bjóða límiðar réttlætinu fyrir þjóna til helgunar. Amen. Þegar þér voru þjónar syndarinnar, þá voru þér lausir við réttlætið og vissuð ekki munin á réttu og röngu. Og hvaða ávöxtu höfðu þér þá sem þér nú blygðist þið fyrir, því að þeir leiða að lokum til dauða. Málið er það að hér er verið að tala um ávexti, og við fáum upp ávexti þegar við setjum niður sáðkorn. Og núna, eftir við komum inn í þetta nýja ríki, þá setjum við niður annað sáðkorn heldur við setjum niður áður. Í gamla lífinu, þá fór maður inn á synd.is og fekk sér sáðkorn útsæði, og maður uppskar eftir því eitthvað sem maður skammaði sín fyrir. Núna, þá sáum við orði Guðs, heilbrigður fyrir hans benjar, blessaður í Jesú Kristi, hann bar syndi mínar, hann bar sjúkdóma mína, hann elskar mig. Þetta eru orðin sem ég sá inn í líf mitt núna, og þá byrjar annar ávöxtur að vaksa upp í lífi mínu, í hjarta mínu. Halleluja. Ég er svo gladur með nýju vinnuna mína. Amen. Og vegna þess að þegar ég dey, þá er búið að lofa mér áframhaldandi starfi. Amen. Ég fæ að vinna þær áfram. En það er ekki öruggt inn á hjá hinu fyrirtækinu. En við skulum aðeins klára þetta. Hvar vorum við? Í versi 21, það var ávöxturinn. Í gamla lífinu að þá vorum við ekki stolt af þeim ávöxti sem að líf okkar bar. Og ég verð að segja það að ég skammast mér fyrir margt sem að ég gerði í mínu gamla lífi. Ég trú ekki á endurhólgun, en ég trú á endurfæðingu. Og það er allur munurinn. Og ef við förum núna að lesum aðeins yfir vers 22, en nú með því að þér eru leystir frá syndinni en eru orðnir þjónar Guðs, þá hafið þér ávöxtiða til helgunar og eilíft líf að lokum. Frábært vers. Og svo endum við þar sem við byrjuðum, laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Og það sem mér finnst svo skrítið er það, þetta með launin hjá synd.is,
að þegar fólk opnar launaumslagið sitt, það hættir aldrei að koma á óvart. Svo skrítið. Fólk verður alltaf svo hissa. Nú, ég held að þetta væri bara allt í lagi. Svo kemur launaseðillinn allt í einu í rafræn skjöl. Og þú opnar, já, dauði. Hvað? Ég búinn að þræla fyrir þig. Já, en þú samdir, við gerðum samning, þú samdir upp á þessi laun. Og það svona, já, lítill dauði, svo kemur meiri dauði, svo kemur ennþá meiri dauði. Og dauðinn birtist í alls konar formi. Fólk fær þennan sjúkdóm, hinn sjúkdóminn. Og sárt. Það mjög einstaklingsbundið. Það ljúft hjá sumum, sárt hjá öðrum. Mjög einstaklingsbundið. En þegar Guð sagði við Adam og Evu í garðinum, ef þið borðið að þessu tré, þá munu þið vissulega deyja. Þá var hann að tala það að dauðinn kæmi inn í líf þeirra og dauði aðskilnaður frá Guði, það ein merkingin og sem sagt þau dóu og dauðinn kom inn í heiminn. Og þegar við segjum að laun syndarinnar dauði, að þá getum við sagt, einhver byrjar að taka svona glas og þetta svo yndislegt, tvöfaldan, og nú elska ég alla og ég svo glaður, og svo fæ ég mig meira, hérna kettlingin, nú ég reiður sko, og nú ger ég eitthvað sem ég myndi ekki gera. Og sem sagt, ég vakna upp morgunin eftir og það bara allt svart og lífið bara dauði fyrir mig og það sem við erum að tala um, að í launaumslaginu núna bara dauði. Það ekkert líf, það engin gleði, það engin hamingja, það bara dauði. Þannig að við erum að tala um að þú færð útborgaðan andlegan dauða. Svo færðu aftur útborgaðan andlegan dauða. Þú sendur í meðferð og sem sagt, þú sendur þangað og þú sendur þangað og sem sagt, svo heldur alltaf áfram að vinna hérna á synd.is og hlýða gindum líkama þíns og því meira sem þú hlýðir gindum líkama þíns að því meira færðu útborgað í dauða. Laun syndarinnar dauði. Og svo kemur það sem hann segir, rúsínan í pylsuendanum. Ég ætla að lesa það hérna, ég skrifaði þetta. Það bónusgreiðsla, svona eins og ég fá hjá bönkunum. Eilífu dauði, alla eilíðina. Viljum við það? Ég vil frekar meðtaka það sem að Jesús Kristur býður, eilíft líf, í landi sem flýtur í mjólk og hunangi og að vinna og starfa með honum vegna sem ég lesi í Biblíunni að þegar að ríkjana tekur yfir, þá verður dauðinn settur út fyrir borgarhliðin. Sumir halda það að helvíti, það sé einhver staður þar sem Guð að refsa fólki. Nei, helvíti ekki staður þar sem Guð refsar fólki. Helvíti í raun og veru staður sem fólk velur sjálft af því að það hafnar því að koma inn dyrnar, þá það fyrir utan, þannig að þú í raun og veru gefin þínum eigin gindum, þínum eigin löngunum. Sjáðu, Guð, hann hefur kallað okkur inn í sitt ríki og sem sagt, það svo mikill misskilningur með þennan eilífa dóm að fólk heldur að Guð gleðjist yfir því að fólk glatist og það kom ekki inn í Guðs ríki. Guð, hann grætur. En þú ferð ekki með syndina inn í Guðs ríkið. Það verður aðskilnað milli syndar og ríkisríkjana og allir sem að treysta á Jesú, þeir koma inn dyrnar, þeir koma inn hliðina, inn í borgina og þar verður eilíf gleði. Fyrir utan verður eilíf sorg af því að fólk fattar loksins
að gera minn vilja að það er ekki svo gaman. Og vitið það að þessi staður helvíti, hann er faktist á jörðinni í dag þar sem að fólk það er murkað lífið úr fólki, óvinnurinn hann notar menn til þess að gera það sem illt og það sem gerist að það kemur sá dagur að Guð segir hingað og ekki lengra, nú kem ég sem eigandi og ég tek ríkið og ég tek völd á jörðinni og Biblían segir í Opinberunarbókinni 11. kafla að hann muni koma og hann muni taka völdin og ég ætla að lesa það að lokum vegna þess að það er vers sem ég vil skilja eftir hjá ykkur. Í 11. kaflanum, og þetta er eftir mikla þrengingar á jörðinni, að þá segir að 7. engillinn básúnaði 15. vers, þá heyrðust raddir miklar á himni sögðu Drottinn og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum. Sjáðu, heimurinn í dag á valdi hins vonda, segir Biblían, en það mun koma sá dagur að Drottinn Jesús Kristur, hann kemur og hann tekur valdið. Og Biblían segir að hinir heilugu koma með honum. Og það segir, hann tekur vald yfir heiminum og mun ríkja aldir alda. Söngurinn sem við sungum áðan, öldungarnir 24, þeir sitja frammi fyrir Guð í hásætum sínum, fjallu fram á ásjónir sínar, tilbáðu Guð og sögðu, við þökkum þér Drottinn. Guð, þú alvaldi, þú sem ert, þú sem varst, þú tekið valdið þitt mikla, gjörst konungur, halleluja. Heiðingjarnir reiddust en reiði þín kom, sá tími dauði skyldu dæmdir og tíminn til að gefa laun þjónum þínum. Þannig að hérna fáum við launin okkar. Amen. Spámönnunum og hinum heilu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Þannig að laun syndarinnar dauði en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Laun syndarinnar dauði en náðargjöf Guðs eilíft líf alla daga, öll ár, með Jesú Kristi, engin sjúkdómar, engin grátur, engin neyð, mjólk, hunang, við munum sitja til borðs með Abraham, með Jesú, öllum spámönnunum og það verður himnesk, það þarf ekki Facebook þar, það verður himneskt samfélag. Amen. Þess vegna ætla ég að halda áfram að ganga þessa götu, ég ætla að halda áfram að bíða og leggja inn og taka út launinu mín þegar ég kem þar. Ég vil ekki vera á launaskrá þar sem ég fæ borgað hér. Ég vil taka út launin mín þar með honum alla eilífð. Og þetta er svo stórkostlegt. Ríki ríkjanna. Ríki ríkjanna. Ríki ríkjanna. Hann ræður öllu. Amen. Halleluja. Drottinn, ég bara þakka þér fyrir orðið sem þú hefur gefið okkur.